Hræðilega snilldalausnir. Þessi kafli hér. Aftur, textin hérna og ef hann kemur ekki þarna þá þurfum við að gera refresh, endurnýja síðuna. Það sem þið áttu að vita hræðilega snilldalausnir að þið að þekkja aðeins þennan kauða þarna, Thomas Middeley, og að hann átti 2 snilldarhugmyndir sem síðan áttu eftir að valda gríðarlegum skaða. Sú fyrri að setja blý í bensín sem kom í veg fyrir að bensínvélar bara í gangtruflanir, það voru gangtruflanir sem urðu þannig síðan, það voru svona bara, vélinn gekk betur, og svo síðari að nota svo kallað CFC gastegundir í kælikerfi og úðabrúsa. Þetta var ekki gott vegna þess að blý er alvarlegt taugaeitur sem getur valdið miklum skaða og jafnvel dauða, og það að nota blý í bensín hafði í för með sér skaða, mikinn skaða. Og það er ekki sniðugt að nota CFC-gös vegna þess að þau skemma ósonlagið í lofthjúpnum og ósonlagið verndar okkur gegn hættulegum útfjólubláum geislum. Það er að segja geislum frá sólinni sem innihalda svo mikla orku að það er orðið hættulegt að fá þessa geisla í sig. Þessi geislar lenda á ósonlaginu og þar losnar orkan úr þeim. Þeir klessa ósonlagið og við það verður högg og orkan losnar þar. En hérna, ef það er ekkert ósonlag þá fara þessi geislar alla leið til jarðar og skella þar annarkvort á jörðinni sem er sjálfur sér allt í lagi eða á lifandi verum og geta skemmt þær. Og fullt af fólki hefur dáið úr húðkrabbameinum vegna þess að sólargeislar, sérstaklega svona útfjólubláir geislar, hafa skemmt húðina. Þessi geislar eru sömu geislar og eru í ljósabekkjum. Ljósabekkur er svona geisli og raun og veru þyrfti ekkert að vera sýnilegt ljós í ljósabekk. Þú getur farið í ljósabekk og þú sæir enga mun hvort það verið kveikt eða slökkt á honum, en þú myndir finna að þú myndir brenna. En það er auðvitað sýnilegt ljós líka meðal annars vegna þess að við erum ekkert rosalega góði að búa til einangra þessa geisla. Við búum þá til með fullt af öðrum geislum í ljósabekk og líka þess að bara miklu öruggara að fólk sjáu hvenær það er að fá þessa geisla í sig. Því að vita að blýmengunni var svo mikil á jörðinni, það var orðið erfitt að mæla aldur jarðarinnar, þó það væri gert á Grænlandi, það sem er ekki mikið af bílum, því aldursmælingin byggir meðans á því að mæla hlutfall úraníums og blís í grjóti og þarna eigi að tengja og skilja, þetta er tengsl við kaflanum kjarnorkuverin. Úraníum er geislavirkt efni, það þýðir á löngum tíma þá breytist allt úraníum á jörðinni hægt og rólega í blý. En það er samt alveg slatta úraníum eftir. Með því að taka grjót, kannski 100 kg af grjóti eða 10 kg eða 1 kg, mæla hve mikið af því er úraníum og hve mikið af því er blý, þá er þetta að sjá hversu lengi þetta úraníum er búið að breytast í blý. Og þetta var gert á Grænlandi vegna þess að elsta grjótið á jörðinni er í Grænlandi, því eins og þið vitið og kaflanum jarðskjálfta, þá situr jörðin öll löndin sitja á svona flekum og flekarnir hreyfast, þeir reka saman, sumir flekar skríða undir aðra og þegar að fleki skríður undir annan fleka þá lendir hann í glóandi hraunmetli og bráðnar og þá er ekkert hægt að mæla lengur hvað hann er gamall. Þannig að mest af jörðinni er ekkert rosalega gamalt, það hefur komið upp í eldgosum bara tiltölulega nýlega, en elsti parturinn af jörðinni er á Grænlandi og þar var allt of mikið blý sem þýddi það að jörðin ætti að vera miklu eldri heldur en hún er ef mælingi væri rétt. En þetta blý var náttúrulega bara í andrúmsloftinu. Og þegar vita líka löngu eftir að búið var að benda á að blý væri hættulegt og CFC-gösin líka, þá voru þeir sem framleiddu það bara neituðu að taka mark á því og neituðu að taka þá umferð. Og þetta er bara venjuleg viðbrögð sem hafa verið þegar menn hafa gert mistök, haldið eitthvað verið sniðugt, sett það á markað, byrjað að selja það, haldið jafnvel að vera hættulaust. Að þegar loksins menn fara að sjá sönnunargögnin það að þetta sé hættulegt, þá hafa menn alltaf tilhneigingu til að neita viðurkenna það, vegna þess að þeir tapa náttúrulega gríðarlega mikla peningum. Það gerist líka með sígarettur, síðan tóbaksfyrirtækin neituðu lengi að þau vera hættuleg, að tóbak væri hættulegt eða sígarettur. Fullt af fólki sem dó og þeir sem það snerti ekkert sígaretturreykingarnar. Þriðja hræðilega snilldalausnin var asbest. Trefjakristallar sem voru undraefni í húsbyggingum. Frábært efni, ódýrt, hentugt, auðvelt að nota það og ekki bara einangraði vel heldur líka stóðst jafnvel eld.
En það var ekkert búið að nota asbest lengi þegar kom í ljós að það gat valdið krabbameini, en það var samt á markaði áratugum saman eftir það. Asbest getur valdið mjög sjaldgæfum og einstökum tegundum af lungnakrabba og reyndar fleiri svona algengari tegundum líka. En það er ekki alveg 100% öruggt hvernig það fer af því að valda lungnakrabba. Og lungnakrabbi er yfirleitt af einum af 3 ástæðum. Í fyrsta lagi að frumurnar í lungunum eru bara innan eitur, bara eiturefni sem snerti frumuna og eyðileggur erfðaefnið og það breytist og þá kemur krabbamein. Eða það getur verið eitthvað drasl í lungunum, bara eins og reykur, bara þú andar að þið miklu reyk og það er alls konar skítur og drulla í þessum reyk. Hann fer í frumurnar bólna, bara eins og ef það myndi stingast eitthvað auga á þér. Það bara tæki enga stund fyrir auga að verða bólgið og rautt og þrútið. Nákvæmlega saman gerist í lungunum, þau eru mjög viðkvæm. Þannig að þegar þú andar að þér reyk og drullu, þá getur setið einhver svona flís í einhverju frumu, hún er bólgin og hún fer að virka verr og það endar á því hún afritar sig eitthvað vitlaust og það getur orðið krabbamein. Eða í þriðja lagi, og þetta er hugsanlega það sem gerist þegar asbest veldur lungnakrabba, að hreinlega að þessir asbestþræðir eru svo mjóir að þeir komast inn í frumuna og inn í kjarnan og flækjast í erfðaefninu, DNA-keðjunni. Og þetta er mjög flott kenning vegna þess að hún er svo myndræn. Inn í kjarnanum vel varið eru svona þræðir af DNA, svona eins og hringstigi, og svo bara koma svona litli þræðir og þegar þessir DNA-keðjan opna sig til að fara að afrita sig, að þá bara flækist þetta saman og afritunin klikkar og þá verða til frumur sem eru gallaðar og þær valda krabbameini. Við vitum að þetta er ekki fyrsta skýringin sem veldur lungnakrabbi út af asbesti er ekki út af eiturefnum vegna þess að asbesti er ekkert eitrað efni, ólíkt til dæmis sígarettum. Sígarettur innihalda fullt af eiturefnum sem geta valdið krabbameini, en asbest ekki. Þannig að það er önnur hvor af hinum, annaðhvort vegna þess að frumurnar bólna eða vegna þess að asbestþræðirnir flækjast við erfðaefnið. En reykingar geta valdið lungnakrabba með eiturefnum eða út af svona bólguáhrifum því að það er fullt af skít og drullu í reyknum.